Hér verður sýnt hvernig getur sett saman og birt þín eigin landakort á Google Maps. Ég heiti Ólafur Kristjánsson og þetta er fræðslumóli í boði Iðunnar fræðsluseturs. Og auðvöld leið til þess að finna My Maps síðuna er bara einfallega að skrifa í leitarvélina My Maps og enter. Og þá færðu hérna slóðan My Maps Google. Og hérna inni er ég náttúrulega búin að gera hérna nokkur kort til þess að búa til nýtt. Þá færðu einfallega hérna búa til nýtt kort. Og hérna inni ætlum við að búa til svona dagsplan af einhverju áætlun sem við ætlum að gera hérna á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að ég fer bara og þysja inn eða zooma inn hérna inn á þetta svæði hér. Svona. Og takt eftir því, hérna ertu með eitthvað sem heitir ónefnt kort. Hérna ertu síðan með ónefnt lag. Þetta er bara svona sjálfval sem kemur hér upp. Og hérna ertu síðan bara með verkfæri þar sem getur mælt leiðir. Þú getur sett punkta og getur búið til akstursleiðir eða gönguleiðir eða hjólaleiðir. Nú hérna ætlum við bara að skýra þetta hérna. Þannig að þá heitir þetta ferðafélag hérna uppi. Nú hérna inn í ónefnt lag, þá ætlum við að hafa bara dagur 1 áhugaverða staðir í Reykjavík. Og svo smellir við bara á vista. Þá erum við bara konum með það hérna. Og nú ætlum við að setja okkar eigin upplýsingar inn í kortið. Og ég ætla að byrja á því að setja upplýsingar hérna þar sem að ég ætla að byrja daginn hérna í Hljómskálagarðinum og vera bara á þessu túni hér. Það sem ég geri, smelli bara þennan flippa hér, bæta við merki og smelli svo hérna. Það sem þú getur gert hérna, þú getur sett inn einhvern texta hérna og þú getur sett líka í myndir. En ég ætla ekki að gera það. Og þá er ég bara komið með punkt hérna. Þú mátt síðan líka, þegar það eru kannski þekktari staðir eins og Þjóðminjasafnið, ég ætla að fara að skoða það líka, að þá get ég farið hérna, ég loka bara þessum hérna, smelli hérna Þjóðminjasafnið og bæta við kort hérna. Þannig að þú þarft í raun ekki að smella við hliðina á Þjóðminjasafninu til þess að búa til punkt, af því að Þjóðminjasafnið er til staðar, að þá dugar þeir að smetla bara á það og bæta það inn í kortið og kemur það hér. Nú næst ætlum við að skoða Neskirkju, smelli ég bara Neskirkju hérna, bæta í kort og svo ætla ég að bæta hérna við Ásmundarsafnið líka. Nú ef ég finn það ekki þá get ég skrifað hérna í leitavélina. Og leiðu ég búin að finna það, smelli ég hérna bæta við kort. Þá er bara komið það hér. Þannig hérna erum við búin að gera dag 1 og þetta eru punktarnir sem ég er búin að gera hér. Nú dagur 2, þá bara myndi ég smetla hérna og bæta við lagi. Smetla hérna það, gefa þið nafn. Dagur 2, dagsferð Þingvellir, vista. Hérna set ég ekki inn punkta, hérna set ég bara leiðarkerfi hérna. Og ég ætla að byrja bara hérna við hörpuna. Og ég opna hér og við ætlum að keyra, bæta akstursleið við, við ætlum að keyra hringinn, smelli hérna og síðan bara smelli hérna á hörpuna sjálfa og byrja svo að draga til kortið. Síðan er fínt að nota músina til að skruna upp og niður og svo færi ég bara til á kortinu hérna með músinni. Þangað til ég komið til Þingvalla. Förum bara hingað og svo tvísmelli ég hérna. Þannig að þá er ég komið leiðina frá hörpunni til Þingvalla, sett frá, eins og sjáum hérna, A til B. Síðan hérna erum við komið sett A og B hérna. Nú ætla að bæta við áfangastað, ætlum að bæta næst við Laugavatni. Þá smelli ég bara hér og ég get skrifa tæknilega sér Laugavatnina. Ég get líka bara farið og zoomað hérna inn. Skulum fara í Fontana Spa. Tvísmelli hérna. Næstu ætlum við að fara í Kerið, bæta við áfangastað, skrifa bara Kerið. Þá er það komið hérna sem D og bæta við áfangastað. Næstu ætlum við að fara í Hveragerði. Stoppa bara við hérna í bónus, tvísmella og svo ætlum við að enda í Hörpu. Þá getum við bara að fara hérna í bæta við áfangastað, Harpa, konserthól, smetla það og þá erum við búin að loka hringnum hérna. Þannig hérna erum við bara búin að tegna hringinn og við sjáum núna hérna að hérna er ég bara með dagur 2 og dagur 1. Þannig að ef ég tek valið út þá er það bara farið og ég held áfram að skoða dag 1 sem er hérna. Nú ég getur bara bætt við dag 2 eða tekið út dag 1. Þannig að við getum svona stjórnaði hvað við sjáum.
Og til þess að deila þessu síðan, sem mjög mikilvægt, að þá smelli ég á deila, breyti hérna, því að þegar ég að vinna kortið þá það lokað, þannig að ég að breyta þessu loka hérna, smetla hérna og kveikja því að þetta sé öllum opið og vista hérna. Þannig að meira þarf ég ekki að gera hér, svo loka þessu bara. Síðan get ég farið í að forskoða og þá lítur þetta svona út. Þannig að hérna get ég farið í að deila og hérna get ég deilt beint á Facebook, Twitter, nú að senda þetta í tölvupósti eða smetla hér og þá fæ ég upp svona iframe kóða sem hægt að setja inn á vefsíður. Ef þú ert að nota einhvers konar kerfi eins og WordPress eða Wix eða hvaðina, þá getur þú límt þetta inn á vefinn og þá myndi þetta líta svona út. Þannig að þegar þú ert búin að gera vefsíðu og þá getur þú sett kortið upp svona. Þannig að þegar ég smelli til að mynda hér og þá fæ ég upp það sem ég vil skoða. Þannig að dagur 1 myndi þá vera hér. Þannig að ég get þá smelt og skoðað hvað við erum að fara að skoða hérna í kortinu. Og síðan dagur 2 og þá fæ ég akstöðsleiðina hringinn. Nú að lokum ætla ég að sína eitt. Hérna neðst niðri erum við með grunnkort. Opna það og þá getum við valið eitthvað annað útlit á síðun okkar sem að hæfir kannski vefnum eða því að kannski vefurinn með eitthvað útlit að þá getur verið að eitthvað þessu útliti hæfi betur en annað. Þannig að þegar það komið að þá getur við haldið áfram að forskoða og deila og þá ertu komið með þetta útlit á vefsíðuna þína.